Nú starfa 30.000 manns í íslenskri ferðaþjónustu hjá þúsundum fyrirtækja. Hvers vegna ætti þessi hópur að kjósa Viðreisn í komandi alþingiskosningum? Já, því að við í Viðreisn við leggjum mikla áherslu á stöðugleika en ekki síst núna að berjast við verðbólguna, ná henni niður, bæði verðbólgu og vöxtum. Og það hefur gríðarlega mikil áhrif á atvinnugreinar, ekki síst ferðaþjónustuna sem að þarf á því að halda að það sé bæði stöðugleiki hér, tryggt verðlag. Þannig við verðum aðlaðandi líka áfram fyrir ferðamenn að koma hingað til lands. Hvernig ætlaði að ráðast í þessar aðgerðir? Já, við ætlum að fara í svona ákveðin uppskurð á ríkissjóði. Við hefum bent á aðgerðir okkar til að mynda að spara í innkaupum. Það er hægt að ná þar 8–10% sparnað upp á 25 milljarða. Við hefum farið í það að segja við viljum einfalda kerfið, bæði fyrir fyrirtækin en líka heimilin í landinu. Við viljum ná niður skuldum landsins. Fjórði stærsti liðurinn útgjaldaliðurinn eru vextir og við viljum ráðast af þeim útgjaldalið af afli. Við þurfum að selja til þess ríkiseignir eins og lóðir og fasteignir og klára söluna á Íslandsbanka til þess fyrst og fremst að lækka þessi gjöld, lækka erlendar skuldir og þá leið minnka peningamagn í umferð og það þýðir þá lægri verðbólga. Allt þetta nýtist ferðaþjónustunni. Það sem að skiptir líka máli fyrir ferðaþjónustuna auðvitað fyrirsjáanleiki og ég held að samtali milli ferðaþjónustunar og stjórnmálanna þurfa að verða meira. Það hefur verið ágætt en það þarf að vera meira og dýpra og við þurfum að átta okkur á því við sem erum í stjórnmálum að fyrirsjáanleiki fyrir atvinnugreinar, ekki síst ferðaþjónustuna sem að selja oft ferðir ekki bara hálft ár fram í tíman heldur líka 1,5 ár eða 2 ár fram í tíman. Að hann skiptir mjög miklu máli þannig að allar ákvarðanir þurfa að vera vel ígrundaðar og helst eftir gott og djúpt samtal við þá aðila sem að eiga hluta máli. Þannig að Viðreisn ætlar að færa ferðaþjónustunni í fyrirsjáanleika á komandi kjörtímabili? Já, við ætlum annars vegar að gera það á næsta kjörtímabili og við teljum mjög mikilvægt líka að við fórum að horfa til lengri tíma. Ferðaþjónustan bara svolítið að gera það. Og við leynum því ekki að núna til skemmri tíma þá þessi bráðavandi sem við erum að ráðast á, verðbólgan vextirnir, en til lengri tíma þá viljum við líka að þjóðin fái þar valkost að kjósa framhald viðræðna við ESB. Við treystum þjóðinni af því ég tel ekki síst fyrir ferðaþjónustuna mikilvægt að sjá hvað kemur út úr samningaviðræðum við Evrópusambandi, hvað það þýðir fyrir okkur Íslendinga að vera með stöðugan gjaldmiðil. Ég held að það væri eitt af verðmætasta sem að stjórnvöld gæti gert fyrir ferðaþjónustuna að vera með fyrirsjáanlegan stöðugan gjaldmiðil sem er ekki eins og íslenska krónan þar sem að til að mynda raungengi og háir vextir hafa afskaplega skaðleg áhrif á ferðaþjónustuna sem slíka. Þannig það eitt af því sem að við í okkar langtímasýn sjáum og hvað þýðir þá líka fyrir ferðaþjónustuna til að mynda samkeppni á bankamarkaði, samkeppni á matvörumarkaði. Ég held að það hafi til að mynda mikil áhrif á ferðaþjónustuna, hversu matvælaverð hátt hér á Íslandi. Allt þetta eru þættir sem við verðum að fara þora að tala í hinu stóra samhengi. Þú hefur fulla trú á því að Evrópusambandið geti nýst íslenskri ferðaþjónustu vel? Já, ég vil allavega og við í Viðreisn, við viljum veita fólki þann valkost. Við teljum, það ekki markmiði sjálfu sér að fara inn í Evrópusambandið. Það leiðin að markmiði samkeppnishæft Íslands, betri lífskjör. Það ein af þessum leiðum, aðrir flokkar hafa aðra leiðir. En núna við fyrst og fremst að segja, treystum þjóðinni til að taka næsta skref og fyrir ferðaþjónustuna væri það að mínum mati dýrmætt að fá þann valkost upp á borðið. Við höfum verið að draga fram að þetta skipti unga fólkið ekki síst máli. Þetta svolítið kynslóðamál en fyrir ferðaþjónustuna til að mynda á í rauninni alla útflutningsatvinnuvegin okkar að þá mikilvægt að við sjáum hvað út úr samningum kemur. Þú nefndir lykilorð, samkeppnishæfni. Hvernig ætlar Viðreisn að tryggja samkeppnishæfni í Íslands sem áfangastaður fyrir ferðamenn? Já, í fyrsta lagi eins og ég gat áðan að það skiptir fyrirsjáanleiki líka máli. Það skiptir líka máli fyrir ferðaþjónustuna að búa við einfalt regluverk þannig að hún geti og það kannski það dásamlega finnst mér í dag ferðaþjónustuna að sjá hvað hún tiltölulega kvikk, hröð að aðlaga sig að breytingum, koma með alls konar nýsköpun og sprota inn í ferðaþjónustuna og það bara finnst mér vaxandi. Þannig að já, samkeppnishæfni ferðaþjónustuna hún mun aukast með einfaldara regluverki, fyrirsjáanlegum aðgerðum stjórnvalda með því að efla menntun, bæði menntun, fræðslu og endurmenntun starfsfólks
þannig að við getum aukið enn frekar kosti og gæði þjónustunnar og mér finnst hún vera að gera þetta vel. Þetta eru skref en þau eru mikilvæg og þetta er svona eitt af því sem ég myndi nefna svona í fyrsta kastinu fyrir utan að þetta líka gjaldmiðil. Tölum við skatta. Ætla Viðreisn að hækka eða lækka skatta á fyrirtæki í ferðaþjónustu? Við í Viðreisn höfum talað það að við ætlum ekki að hækka skatta á almenning og við teljum mikilvægt og við höfum sagt það alveg hreint út að við ætlum ekki að hækka skatta á atvinnugreinar. Við erum alveg reiðubúin til þess að skoða heildar skattbyrði fyrirtækina en við erum ekki að fara að hækka einstaka skatta á ferðaþjónustuna. Við höfum hins vegar sagt að það væri að mínum að þetta er ákjósanlegt að skoða til að mynda gjaldtöku á ferðamannastöðum sem í eigu ríkisins. Við þurfum að byggja upp innviði, við þurfum að fá fjármagnin og við þurfum að leita allar að leiða því að til þess að byggja enn frekar upp innviðina. Það er innviðaskuld, massív innviðaskuld í landinu og það myndi nýtast ferðaþjónustunni mjög vel ef við færum bæði að byggja upp vegi og þessa innviði sem að nýtast Íslendingum en líka okkar frábæri ferðamenn. Virðisaukaskatturinn hefur verið ferðaþjónustunni og ekki síður Viðreisn hugleikinn í gegnum tíðina. Forverið þinn í formannstóli flokksins, hann vildi færa ferðaþjónustunni upp í efra þrep virðisaukaskattskerfisins. Hvað vill Þorgerður Katrín gera? Flokkurinn Viðreisn vill ekki hækka virðisaukaskatta á ferðaþjónustu núna fyrir þessar kosningar. Það sem við höfum hins vegar alltaf sagt að við viljum einfalda skattkerfið. Og þá verðum við að þora að tala þvert yfir allar atvinnugreinar, ekki bara einblína á eina, heldur einfaldlega að taka heildar eins og ég gat áðan bæði skattbyrði og skattlagningu á fyrirtæki. Viðreisn hlynnt einfaldri, gegnsærri, skýrri skattlagningu, þennan fyrirsjáanleika sem fyrirtæki þurfa að búa við. Þannig að það er mitt svar, einfaldleiki, fyrirsjáanleiki og hófleg skattheimta. Ferðaþjónustan aflar gríðarlega skattekna í ríkissjóð. Ekki spurning. 155 milljarða á árið 2022 í formi skatta. Þriðjungur gjaldeyristeknanna kemur frá ferðaþjónustunni. Er nóg komið? Hvenær er nóg? Það er hægt að spyrja miklu frekar hvað er sanngjarnt líka, hvað er eðlilegt. Ég tel og við höfum verið að segja mjög skýrt, við erum ekki að hækka skatta á almenningi í landinu og við viljum að skattgreiðslur séu eðlilegar, sanngjarnar og gegnsæjar. Hitt síðan að ég ætla ekki að draga fjöðru við það að við í Viðreisn við höfum talað út frá prinsippinu varðandi auðlindagjöld. Það er önnur ella, það er ekki skattur og við höfum talað það að það þurfi að greiða auðlindagjöld jafnt yfir allar atvinnugreinar, hvort sem að þú ert að nýta náttúruna á landi eða sjó eða hafi, þannig eða í lofti vildi ég segja, þannig að það er svona prinsippmál sem hefur alltaf fylgt Viðreisn að almannahagsmunir gangi ávallt framar sérhagsmunum og við þurfum að fá eðlileg, sanngjörn og réttlát auðlindagjöld fyrir nýtingu auðlind í eigu þjóðarinnar. Þú ert síðasta manneskjan sem hittir kjósanda á leið á kjörstað. Já. Hvernig lyftur ræðan stefnu Viðreisnar þegar kemur að ferðaþjónustu? Við ætlum að halda áfram að byggja undir okkar frábæru atvinnugrein. Á örskömmum tíma er þetta orðið eina af grundvallar atvinnugreinum og það er magnað að sjá hvernig hún hefur þróast. Ég hef oft hugsað svona ég vona að ferðaþjónusta móðgist ekki, en eitt gróskufyllsta starfið með mestu nýsköpunina innan skólakerfisins er á leikskólastiginu. Það er ótrúlega fjölbreytni og það er það sem ég sé innan ferðaþjónustuna. Við erum að sjá hæfnina byggjast upp, valkostina, fjölbreytnina og við erum að sjá hana dreifast líka meira yfir landið. Og það er þannig ferðaþjónustu sem við viljum byggja upp. Já, það eru áskoranir. Ég held að ferðaþjónusta gerir sér alveg grein fyrir því. Ég ætla ekki að draga dul á það heldur. En við eigum að gera það saman í gegnum samtal, en við eigum að halda áfram að byggja undir ferðaþjónustuna. Þetta er alveg ótrúlega skemmtileg og merkileg grein, grundvallarstoð í okkar atvinnulífi og Viðreisn er tilbúin til þess að hlúa henni og ég vil hvetja ferðaþjónustuna áfram til þess að vera í þessari nýsköpun, því oft á tíðum finnst mér þegar við erum að tala nýsköpun, það er alltof sjaldan sem að sjónum beint einmitt að ferðaþjónustunni, því það er mjög margt að gerast á öllum sviðum. Nákvæmlega. Hjartans þakkir, Þorgerður. Takk fyrir. Takk.